Komið sæl og verið velkomin í Suður með sjó með sjónvarpi Víkur frétta. Viðmælandi okkar að þessu sinni lögreglukona sem fagnar 3 áföngum á þessu ári. Hún að verða fertug, búin að vera í 20 ári í lögreglunni og nýskipaður yfir lögregluþjónn lögreglunar á Suðurnesjum. En hún fyrsta konan sem skipaður yfir lögregluþjónn á Íslandi. Fyrsta lögregluminning hennar faðir hennar í flotta lögreglubúningnum og kannski kveikti það í henni að hún vildi komast í búningin líka. Hér Bjarney Annilsdóttir. Jæja, hvað rak þið í þennan fína búning fyrir mörgum ára síðan? Já, ætlaði það ekki bara verið pabbi, sko. Fylgjast með honum var í vinnuna og svona á þeim tíma, sko. Að pröfa, það var nú mjög flottur búningu þá, í dag en aðeins öðruvísi líka. En það flottur. Þannig að horfa á pappa að fara í löggubúningin sem var náttúrulega gamla típan eða hátíðarbúningurinn ykkar í dag eða ekki? Jú, hátíðarbúningurinn í dag og hvíta húan og það var svolítið virðulegt? Mjög virðulegt og mann bar mikla virðingu til þeirra sem að bára þennan búning. En ekki margar stelpur? Þá? Nei. Þannig að hvað? Alls ekki. Þannig að ég horfði aldrei á þetta þannig. Nei? Ég skipti mikið máli. Mér langaði bara að gá hvort ég gæti þetta. Reyna við að komast inn í lögregluna og ég þurfti aðeins að ræða vel við Jóhann Benediktsson, þáverandi sýslumann og lögreglustjóra á Keflavíkurflugvelli að ráða mig. Hvað varstu gömul þá? Ég var að verða 20. Ég þurfti að bíða þangað til ég var 20 til að fá að byrja að vinna. Já. Ég var búin með viðtölun og allt prófin áður en að ég fekk að fara fyrstu vaktina því ég var ekki nógu gömul. Hvað varstu búin að vera í framhaldsskóla á þeim tíma? Já, Fjölbraut. Fjölbrautaskóla Suðurnesja, já. Fjölbrautaskóla Suðurnesja, kláraði þar að hagfræði og viðskiptabraut af því ég ætlaði alltaf að vera rík, sko, og ég ætlaði mér aldrei að fara í svona starf þá, en svo bara sem betur fyrir breytast hlutirnir. Ég ætlaði bara að vera viðskiptafræðingur og vinna í því. Græða peninga í hlutabréfum og svona? Já, öllu þessu. En það bara að þú fyrstið eitthvað í þig á þessum tíma, það ekkert eitthvað var pappinn að hvetja þig eða, veist, hvað? Nei, alls ekki. Og held ég hafi komið honum jafn mikið óvart og sjálfur mig því ég ákvað að prófa þetta. Ég ætlaði bara að gá hvort ég gæti þetta, langaði að reyna við þrekprófið og gá hvort ég yrði valinn. Og á þeim tíma var ég eina stelpan af þeim sem voru að fara í aflýsingar. Það á Keflavíkurflugvelli þá, sko. Það voru alveg konur í lögreglunni, sko. Já. En ekki margar? Nei, en það voru samt, já. Að vera á vaktinni uppi á velli eins og það var kallað á þeim tíma, þá varstu ekki með Amerikana á vaktinni? Jú, við vorum í hliðum með Amerikanunum og það var bara mjög skemmtilegt og áhugavert. Og ég hef aldrei viljað missa þeirra reynslu. Það var gaman að hellingu og gerði maður miklu betri í ensku til dæmis. Það var bara lífsins skóli að vera í þessu. Þú getur bara lært ýmislegt á bókin, annað bara að vera í samskiptunum og læra þeirra reglur og þeirra okkar og bara aðlagast hvort öðru. Hermennskan sem tengist í rauninni, já. Já, og náttúrulega við erum ekki hermenn í lögreglunni en við viljum aga og viljum hafa reglu á hlutunum og erum að reyna að fá fólk til að fylgja reglum. Já. Þannig að það eru náttúrulega mjög stífa reglur hjá þeim, eitthvað sem við þekkjum ekki einu sinni, sko. Finnst þið vant upp á aga í íslensku samfélagi þegar þú horfir á þetta hafandi verið að vinna þarna sem ung kona með amerískum hermann í hliði á Keflavíkurflugvelli? Já, það orðið tíðrætt til dæmis í okkur að það talsvert agaleysi og okkur vantar svolítið upp á, finnst mér. Það mín persónulega skoðun, sko, og við ræðum það samt oft hérna innan hús og innan lögreglunar líka. Hafandi sjálfur verið hérna á svæðinu og fylgst með lögreglunni í vallar hliðunum eins og þetta var kallað á sínum tíma, þá einhvern veginn öfundaði maður ekki þessa Íslendinga sem voru að vinna í hliðinu, veifa fram og tilbaka hvort þú fékkst að fara upp yfir eða niður yfir. Þú þurftu stundu að fara að kíkja og leita, þetta að vera að fara inn á völlin, það sem var eitthvað sem til fullt af dóti sem maður átti kannski ekki að vera með. Hvernig upplifir þetta miðað við það? Fannst þér þetta spennandi að vera á langri vakt inni með Ameríkana að gera þetta? Þannig að það hefur allavega ekki slökkt í áhuga. Nei, en svo sem vissi ég líka ég þurfti að prófa að fara í almenna löggæslu til þess að finna hvort þetta væri raunverulega fyrir mig. Að þetta var náttúrulega tvennt ólíkt. Að vera komin hérna í lögreglunni í Keflavík eða að vera uppfrá á þeim tíma. En það samt reynsla sem mann býr að. Hvað varstu lengi þarna? Rúmt ár. Og hvað tekur svo við?
Það bara bifröst í nám og svo hérna í sumaraflýsingar, hérna í lögreglunni í Keflavík. Þannig að þú ætlar áfram varstu þarna ennþá ákveðin í að verða lögga? Nei, ég var ekki viss. Ætlar bara áfram að verða ríkur viðskiptafræðingur? Já. Já, ég fer þar og ætla bara að mennta mig og ég man að Óskar Þórmundsson, þáverandi yfirlögregluþjónn, bara sagði mér, Baddi mín, þú ert lögga, þú veist það, þú kemur aftur. Sem ég náttúrulega gerði. Þetta tókaði alltaf, sko, en mér fannst ég þurfa að mennta mig líka meira. Bara til að styrkja mig í starfi, það mögulega í framtíðinni. Og þú gerði það? Já, já. Kláraðir viðskiptafræðina? Já. Já, hvað? En svo gerist eitthvað þarna á okkur tímabili þar sem þú ákveður að ríki viðskiptafræðingurinn sé ekki þú eða? Nei, ég bara fann það að þetta átti ekki við mig að vera mögulega loku ekstra inni og ég er félagsvera og vil vera í kringu fólk og það er bara gaman í löggunni og það er ennþá gaman í löggunni. Það er svolítið svoleið sem að reykur fólk kalla á konur í þetta starfið, ekki? Já, ég held að það sé bara þetta er hugsjón og ákveðin lífstíl og það er gaman, langa oftast. En hvað á þessum fyrstu árum, hvernig fannst þér móttökurinn að vera, þú veist, svona kannski fyrsta árin þegar þú kemur sem ung kona? Fannst þeim þetta ekkert skrítið félaga þínu? Nei, ég var til dæmis með konu á vakt sem tók mjög vel á móti mér og strákarnir þá líka sem ég er að vinna enn með í dag. Veist, þeir bara tóku rosalega vel á móti mér og þjálfuðu mig mjög vel og mann er að reyna að taka á móti nýliðum í dag eins og þeir gerðu þeir gerðu það mjög vel. Fannst þér þetta, þegar þú varst búin að vera í nokkur ár, varst alveg samfærður að þetta náttúrulega, bæði kynin geta sinnt þessu starfi líka? Algjörlega. Já, þetta ekkert... ég hef aldrei efast. Nei, en það er svolítið ríkt í okkur einhvern veginn þetta sem er að kalla starf? Já, en tíman er búin að breyta svo svakalega og okkur fjölgar hratt konum í lögreglunni. En þetta er bara einstaklingurinn, þetta er ekki hvort það sé kalla eða kona. Þetta er bara persónan. Hvað er það, Baddi, svo ég leyfi mér að segja það sem þú ert kölluð, hvað er það með lögguna á ferðinni? Eru ökumenn og fólk í umferðinni alltaf pínur svona hrætt við lögguna? Ég hef það á tilfinningunni. Já, ég held að sé svona bara beggja blands. Ég held kannski svona frekar meira nýir ökumenn og kannski aðeins eldri. En annars held ég þetta sé bara, það á enginn að vera hræddur við lögguna. Nei. Ég held að það sé alveg, það er lykilatriði. Við erum ekki vond. Við erum bara góð. En það er mikilvægt fyrir ykkur að vera eins á ferðinni og sýningur og svona, það hefur góð áhrif? Já, það er bara mjög nauðsynlegt og bara því fleiri lögreglumenn sem getum haft úti því betra. Þetta er náttúrulega, hefur forvarnargildi að vera á ferðinni og sýnileg og líka bara gefa fólki færi á bara nálgast okkur frekar ef að þú ekki að koma og hérna, eða finnst það óþægilegt að koma á lögreglustöðina. Hvað er það með það að vera á ferðinni? Er það eitthvað, er það að leita einhverju sérstöku eða er þetta bara svona partur af starfinu að vera svolítið sýnilegur í löggubílum og þetta? Já, númer 1, 2 og 3 er að vera sýnilegur og þetta hefur náttúrulega forvarnargildi en auðvitað erum við líka vakandi fyrir hinum ýmsu lögbrotum í leiðinni, sko, en það er ekki alltaf markmið að fara að finna einhverja sem er að brjóta að sér. En þá erum við allan kannski til staðar líka til að grípa inn í og koma í veg fyrir ef eitthvað gerist. Ef við sjáum eitthvað í uppsiglingum mögulega. Það er ekki algengt að þið séu að elda mikið þegar það kemur fyrir. Ertu að menna í forgangsakstri á eftir einhverjum með? Já, ef það sjáu eitthvað eða einhverjur að reynir fólk að stinga lögguna? Já, það kemur fyrir. Já. Bæði á bílum og hlaupandi, sko. Já. Mótorhjólum? Já, það var nú meira, sko. Já. Það var meira í hérna þegar að henni áður fyrir, sko. Nú er fjórði hver íbúi á Suðurnesjum, allavega í Reykjanesbæ og svipa á Suðurnesjunum öllum, útlendingur. Hafið þið eitthvað tilfinningu fyrir því, þú veist, eru þeir eitthvað að lenda frekar í erfiðum málum heldur en heimamenn? Nei, ekki sér í tölfræðina. Nei, þetta er bara algjörlega í takt, hún endurspeglast í tölfræðinni bara fjöldinn, sko. Þannig að það er bara eins og á að vera, sko. Nú voru að keyra þannig yfir Hafnargötuna í Keflavík, aðalgötuna hérna í Reykjanesbæ og skemmtistaðirnir eru hérna nokkrir. Það hefur orðið mikil breyting í þessu, svona, hvað ég var að segja, í ykkar starfi. Það er svona,
hversu mikið þið þurftu að vera hér í kringum skemmtistaðina og svoleiðis? Já, klárlega, það verður orðið mikil breyting. Hérna var bara til dæmis, bara þegar maður ók miðbæinn helgar, það var bara þétt setið af fólki bara út á götu, sko. Bara lengi og langt fram á nótt. Og alveg bílaraðina bara hérna alveg, maður komst ekkert áfram ef maður var á bílnum, sko. En í dag þetta ekki svona. Þetta bara fáir bílar og ekkert rosalega margir á skemmtistöðunum, sko. Við vorum með að ræða þetta bara fyrir í dag, sko, hvað þetta hefur breyst hjá okkur. En að þið vorum að tala um útlendingana, einhver útlendingur af þessum stóra hópi útlendingar sem búa á Sauðanesjum, einhver í lögreglunni hérna á Sauðanesjum? Ekki, jú, við erum náttúrulega, það hérna lögreglumaður upp í Flugstöð sem serba uppruna, sko, en hann náttúrulega bara Íslendingur og talar íslensku og allt það, en hefur þann bakgrunn sem bara frábært. Já. Og viljum bara fjölga svoleiðis. Þú myndir vilja fá? Já, algjörlega, sko. Út af hverju? Bara endurspegla samfélagið. Já, algjörlega. Við höfum bara gott að þið. Já. Og nauðsynlegt. Fer yfirlögregluþjónn mikið út að vinna, eins og maður segir, svona eins og þú ert að gera núna með okkur? Ekki eins mikið á vildi, sko. En ég ætla mér að reyna að vera reglulega með og halda sig við að vera úti. Já. Eins og þú ert búin að vera að gera mikið? Já, núna undanfarið hef ég verið svolítið úti. Stokki í verkefni, ég læt mig ekki vanta eða vanta fólk eða hendur, þá bara stekki til. Þú ætlar ekki að festa sér skrifborðið? Nei, ég ætla ekki að gera það. Er það kannski út af því að þú vilt vera að hreyfa þig svona mikið? Kannski pínu ofvirknin í mér, já. Það getur verið það, sko. En mann líka bara ennþá ungur í starfi og hefur helling fram að færa og líka hluti af þjálfarateyminu, þannig að maður bara verður að halda sig við. Það bara nauðsynlegt til að eldast vel í starfinu. Þegar þú horfir tilbaka, ég spyr þig, hvað ertu búin að vera lengi í lögreglunni? Já, 20 ára starfsafmæli í júní. Þannig að þetta stórt ár hjá þér? Já. Að fá þessa ráðningu? Já. Þetta ekki sem þú búin að stefna að? Ég ætlaði mér þetta, já, en kannski eftir svona 10 ár kom bara svolítið snemma, en ég fagna því. Ég fulla orku og hlakka til. Maður sé að það blandar hópurinn í lögreglunni. Það alveg hellingur og yngra fólki hérna líka og annað. Já. Þetta ekki allt bara gamli kalla með kaskiti eins og sagt í gamla daga. Þetta hvernig var hópurinn tekið þér? Ég bara almennt fengi bara jákvæð viðbrögð, sko, heilt yfir og mér sem fengi skilaboð bæði í síman og á tölvupósti frá yfirlögregluþjónum sem eru hættir og annað sem ég kann virkilega meta og mér finnst það mjög virðingavert sem ég starfaði einu sinni hjá í Hafnarfirði og annað og fleiri út á landi og svona, þannig að ég er mjög þakklátt fyrir þau viðbrögð sem ég hef fengið. Hvað er erfiðast í starfinu? Ég held að bara það sem að þarf að fara inn á heimilið það sem er erfitt. Sama hvað það er, sko. Bara eitthvað svona inn á heimili annars sem er friðhelt, sko, og þú vilt bera virðingu fyrir því og þegar það sem eitthvað á mjög erfitt eða eitthvað hefur gerst, þá er þessi samúð og samhygð, hún getur reynst okkur. Það er ekki erfitt að sýna samúð, en það getur reynst okkur erfitt að vera í aðstafanum. Andlegi þátturinn hlýtur að vera nokkuð stórir nema horfir á þetta að vera í þessu starfi. Já. Eða hann reynir á. Hvernig er þetta í náminu eða? Já, sem betur fer. Núna bara síðustu ár hefur það bæst við og við til dæmis sem erum í sinnum þjálfun lögreglumanna höfum fengið þjálfun í svona þrautseigju. Hvernig ég þjálfa lögreglumenn í þrautseigju, það er að segja að hafa stjórn á aðstæðum og stjórna sjálfum sér og annað, en þetta er bara alveg glænýtt. Þannig að það er verið að huga betur að þessu. Svo reynir maður sjálfur að vera vakandi fyrir ef að lögreglumönnum líður illa og félagsstuðningur innan lögreglunar
að horfa og fylgjast með hvort öðru. Ef við sjáum eitthvað teikn á lofti að bregðast við, auðvitað náum við ekkert öllum. Af því við erum líka lögreglumenn og mjög góða félag líka. En ég held að við sjáum miklu með þetta hvað hreyfing og andlegi þáttur skiptir miklu máli. Miklu meira spáðið í dag heldur en hérna bara þegar maður byrjaði. Þannig að hafa það bara vendís og nú það bara salat og kjúklingur sko og þegar þú ert að spá í þessu öllu sko. Já, vendís og hamborgarstaðar á vellinum, þú manst þetta það? Já, það var mjög gott að fara þangað stundum. Sjáum við lögreglumenn í Keflavík eða Suðurnesjum stoppa á kaffihúsinu og fá sér kaffi og kleinurhring eins og maður sér í amerísku bíómyndunum. Einhverjir gerir það bara til að grína sko en ekki almennt. Þeir eru mjög heilsusamlegir flestir sko, við hugsum vel heilsuna. En þú hefur sagt að lögreglustarfi sé jafnvel bara nokkuð konar lífstíl, þetta sé ekki út af launaumslaginu. Já, ég held mig alveg við það. Þetta er ákveðin hugsjón og lífstíl að vera lögga. Þó maður fara úr búningnum þá maður áfram lögga, þú veist, í svona allan litlu bæjarfélagi sko. Það vita flestir svona hverjir löggurnar eru, allan heimamennir, af heimafólkin í löggunni sko. Þó þekki kannski ekki utanbæja starfsmennin okkar. Þegar maður lögga, þá þarf maður að eiga líf fyrir utan starfið. Hvað gerir þú fyrir utan starfið þitt? Hvað gerir ég? Hvað leikur þér? Ég hreyfi mig. Ég er svolítið manísk á hreyfingu, kannski, myndi sumir segja. Ég æfi alla daga. Og hef verið að þjálfa líka aðeins með hérna í frítímanum. En það aðeins að draga úr því. Þjálfa aðra. Ég hef gaman að pína fólk í æfingum. Já. Í hverju það? Í Metabolic heitir það hérna upp á Iðavöllum. Það er gott. Já. Það er náttúrulega mikilvægt að vera þokkalega á sig komin í þessu starfi, þegar. Já. Mér finnst það mjög mikilvægt. Og ég held að ég hef ofurtrú á lögreglumenni að þjálfa sig og ég er mikill talsmaður þess að þjálfun lögreglumanna þurfa að vera mjög framalega á oddi. Því betur þjálfaður lögreglumaður, því betri ákvarðanir tekur hann og er betur undirbúinn fyrir þau erfiðu verkefni sem hann mætir. Bara allir starfsmenn, í sama hvað starfið hann er, að þjálfa, að æfa, þá ertu bara undirbúnari, þú ert tilbúnari. Við æfum líka bara hérna náttúrulega lögregluæfingar líka sko og það eiga að vera í forgangi fyrir aðrar æfingar á vinnutíma. Við höldum æfingar hérna allan að 2 í viku í valdbeitingu og hérna erum svolítið að setja þunga í það að þjálfun lögreglumanna. Það er bara líka samkvæmt þeim bara reglum sem eru settar af yfirvöldum sko. Við eigum að þjálfa ákveðið mikið á ári, þá í öllu. Hvað eru mörg á vakt til dæmis eins og hérna í Keflavík og hvað eru þá 2 settir út á 2 lögregluþjónar settir út á bíl og keyra eitthvað, hvernig er þetta skipulagt hjá okkur? Já, ég meina aðalvarðstjóri hverja vakta skipuleggur það, hann hefur að lágmarki 7 menn með sjálfu sér en við reynum, flestar eru mannaðir með 9 mönnum, þannig að langflestir eru úti á bíl sko, 2 og 2 á bíl og stundum 1 ef það þarf alltaf að hafa 1 inni ef það er eitthvað í klefa. Þannig að þá eru 2 menn inni og þá allan að 6 lögreglumenn úti að sinna öllu sveitarfélögunum sko. Þannig að, já, það er bara, og bílunum er skipt á sveitarfélögin. Það er 1 bíl sem fær Reykjanesbæ og það er annar sem fær Suðurnesjabæ og annar sem sér Grindavík og Voga. En svo náttúrulega bara koma þeir hvora öðrum til aðstofar ef að verkefnastaðan er þannig. Það ekki rúmt út í Voga á Grindavík? Já, við erum náttúrulega með mann í Grindavík alla daga og svo er bara bíll þar með Grindavík og Voga. Þannig að við sinnum þeim líka. Nú hefur orðið gríðarleg fjölgun ferðamanna til Íslands og maður hefur séð það í tilkynningu frá ykkur. Það er talsvert algengt að útlendingar séu teknir fyrir hraðan akstur. Mér hefur fundist það áberandi að sjá það. Eru þeir bara vanir að keyra hraðar eða hvað er málið? Já, ég held nú reyndar að eins og bílaleigunar hérna upplýsi fólk um hámarkshraðann og eigi að fara að umferðarmerkjum en ég veit ekki hvað gerist svo en auðvitað við sem við keyrt í Evrópu vitum að hámarkshraðinn þar á hraðbrautunum er talsvert meiri heldur en hérna á þjóðvegum á Íslandi sko. Og það er bara margoft rætt eins og Reykjanesbrautin og þetta, hún bara þolir ekki meiri hraða
samkvæmt bara verkfræðingum að það er ekki hægt. Við getum ekki hækkað hámarkshraðann þarna. Það var ekki eins spurning. Þó sé oft rætt. Vilji fólksins sé að hækka hraðann og það er búið að segja það, hún bara liggur þannig að hún býður ekki upp á meiri hraða. En við vitum það alveg að fólk keyrir hraðar. Við vitum alveg að fólk keyrir hraðar. Já, við vitum það alveg. Það er bara að finna það allir sem þeir keyra að... Já, ég meina ef þú ert á 90 þá ert þú bara síðustu í röðinni, sko. Það er bara svoleiðis. En þið líðið svona eitthvað smá? Nei, ég meina það eru ákveðin vikmörk. Já. Og við náttúrulega, ef við ætlum að stoppa alla sem eru 100 þá náttúrulega værum við bara þarna. En það er svo spurning hvað við getum gert í því, sko. Sleppi á 109? 109? Já. Nei, ekki ef ég er úti. En kannski ef að stráka þeir. Ég veit ekki. En svo ferðu, að kenna í lögregluskólanum. Hvernig gerist það? Ég fekk bara símtal frá þeim og boðið starf. Boðið að koma að prófa og það gekk vel og þannig að ég fekk bara skipun í kjölfarið og það breytt besti tími minn í lögreglunni, sko. Að geta bæði að vinna alveg frábæri vinnustað og fá að hafa svona mótandi áhrif á verðandi lögreglumenn. Það er mjög mikilvægt og gríðarleg tengsl sem mann á út af þau ár sem ég var í skólanum. Bæði bara út á lögreglun út all land. Hvernig metur þú svona lögreglunámið í dag og miðað við það að manni finnst þetta að vera svo mikið svona, ef ég leyfi mér að sletta á svona aksjónstarf, mikið í gangi og þið þurfið að vera tilbúin undir allt saman. Hvað er það? Er einhver áhersla á einhver sérstök atriði í lögreglunáminu frekar en annað? Já, ég meina staðreyndin er bara svo að náttúrulega lögreglunámið var sett á háskólastig. Já. En hluti af því starfsnámi er ennþá við hjá lögreglunar, við hjá ríkislögreglustjóra og það er bara skammi tími þannig að menn þurfa að forgangsraða. Auðvitað vera að reyna að undirbúa menn vel en ég held að við þurfum að bæta talsvert í til að ná okkur á betri stað. Hvernig þá? Bara þurfum bara meiri tíma, það þurfa lögreglumenn, verðandi lögreglumenn þurfa meiri tíma í starfsnám. Þannig að þú ert sammála því að þetta hefur verið gert að háskólanámi til að verða lögreglumaður í dag? Er ég sammálaðið? Já. Ekki ég persónulega, nei. Mér finnst það ekki hafa tekist nóg vel til. Hvernig þarna voru komna meiri kröfur í að þú þarft að vera í mun lengra námi heldur en gamli lögregluskólinn var? Já. Samt í rauninni var það heilt ár stanslaust en þarna er þetta 2 ára háskólanám með starfsnáminu og vantatals við erum í skýrslugerð og við erum í mikilli verklegri þjálfun og það er hluti af þessu sem er dett út. Umferðarfræði var mikil þungi umferðarfræði þegar við kenndum í gamla lögregluskólakerfinu. Það er ekki í dag, það er einhver áfangi kannski, en hvað skilur það? Ég veit ekki hvað skilur eftir. Það er ennþá eftir og ég ætla ekki að útiloka að þetta sé gott, en það er ekki mikil reynsla. Það er bara útskrifað 1 árgang og næst er útskrifað núna í júní. Við erum alveg frábært fólk í þessu námi, það er ekkert fólki að sakast. Ég held við þurfum samt aðeins að vera tilbúin að endurskoða þetta og gamla kerfið var gott en það hét bara ekki háskóli. Veistu af hverju þessu var breytt? Ekki bara pólitík. Já. Ég held það. Já. En gerir þetta ekki það verkum að þið eru seinna eða eru þið lengur að fá inn fólk? Er við að fá inn? Já. Það tekur lengri tíma en það tekur okkur núna talsverðan tíma að ná að manna liðin í landinu með útskrifum lögreglumönnum. Þannig að við erum með talsvert á ófaglegri lögreglumönnum í vinnu sem er náttúrulega mjög góðir en það náttúrulega betra að þú sért með þennan stimpil á að vera lærður lögreglumæður. Hvað með fjölskylduna þína? Hvað börnin, þú ert nú móðir og hana, hvað segja börnin ef að mamma sé orðin yfirlögregluþjónn? Gerðu þessi grein fyrir því eða? Já, náttúrulega stelpan er að vera 9 ára, þannig að hún svona, bara eftir eitthvað yfir, henni finnst þetta ekkert, en litli strákurinn er náttúrulega bara, hefur ekkert vita á þessu. Svo ég 16 ára stjúpson, hann náttúrulega finnst þetta voða merkilegt, en þetta er allt löggur í kringum hans, mamma hans og svo maðurinn minn og ég og þannig að þetta er bara þegar að löggubörn eru löggubörn þá spáðu ekkert í þessu. Lögga er bara lögga. Finnst þetta ekkert merkilegt. Ekki ennþá. Kannski kemur að hún er úlingur og fattar þetta. Ertu með eitthvað markmið í nýja starfinu? Eitthvað sem að þið langar að breyta og bæta? Já.
Ég get ekki sagt öll, þá er ég að uppljóstra leyndarmálum. Nei, eitthvað smá? Já, ég held að embættið hér geti verið eitt fremsta lögregluembætti á landinu, við alla burði til þess og við erum byrjuð að fara í það átt, við erum að vinna ákveðinni stefnumótun og við ætlum að koma inn áfram og ég ætla að vinna hörðum höndum að því að stór hluti af því gerist. Þá held ég að flestir, þá vilja lögreglumenn koma hingað til að vinna hjá okkur og þannig að auðvitað þarf eitthvað skipulagsbreytingar í þessu og það er eitthvað sem að ég persónulega myndi vilja fara í innan 5 ára. Það er minn ráðningartími. Þannig að já, það er, við viljum tengjast meira öllu sveitarfélögunum, hagsmunaaðilum, bara færa okkur nær hvort öðru og vinna þetta í sameiningu af því að við gerum ekkert ein lögreglan. Við þurfum að vinna þetta með íbúunum, með íþróttafélögunum, með félagsmálayfirvöldum, spítalanum, Isavia, flugstöðinni. Þetta er bara, við þurfum bara að gera þetta öll saman. Þannig að efla þessi tengsli svolítið svona nummer 1, 2 og 3 núna hjá okkur. Þetta er bjartsýn? Já, alltaf. Hlakkar til hvers vinnudags? Já, langflestra. Gleðislegt. Já, takk fyrir spjallið.